Hérna eru vænghelmingarnir báðir komnir og þeir eru orðnir alveg fínir. Hérna er ég búinn að finna hvar hjólastælskubburinn er undir. Mældi bara 52 mm hérna frá endanum og hingað inn. Stakk með títuprjóni og nú veit ég hvar þetta er. Ég ætla ekki að grafa meira fyrir en ég er komið með hjólastæli, þannig ég veit nákvæmlega hvað ég þarf að hafa þetta langt. En áður en ég get sameinað þessa vænghelminga, þá er ýmislegt sem ég þarf að gera. Fyrst þarf að hreinsa hérna af rótinni og endanum. Hérna er ég með ágæta sög. Saga bitana. Og hérna stendur frekar lítið út af klæðningunni, en meira hérna fyrir neðan, svo ég saga bara í hana líka og bitana í leiðinni. Svona. Og þegar þetta er komið, þá nota ég sandpappír og pússa. Og hérna skeður þetta aldrei sniðugt. Rótarrifið hérna er með trefjar sem liggja svona eftir fram og aftur, en síðan standa bitarnir út úr og þar eru trefjarnar þvert á það liggja semst inn í. Og ef maður rennir sandpapírnum fram og aftur eftir trefjum í rifinu, þá hreinsa þeir bitana burtu löngu áður en hann byrjar að vinna eitthvað á rifinu, af því að það púsast frekar lítið ef maður fylgir trefjunum en mikið ef maður fer þvert. Hérna er vængrótin. Ég er búinn að ítrekka aðeins merkingarnar hérna, skera aðeins í þær svo ég veit hvar það eru, svo að hverfi nú ekki. Það er nú kannski ekki mikið hægt af því. Ég þarf að saga bitana. Nú get ég pússað þetta. Hérna sést mjög greinilega að merkingarnar sem ég setti á rótarrifið, þær setja hérna ennþá þó ég sé búinn að pússa þetta niður, en bitarnir, endarnir á bitunum sem stóðu hérna dálítið kannski 1 til 1,5 mm út úr, eru horfnir af því að ég er að pússa þvert á þá en með trefjunum í rifinu. Hérna eru þá báðir vænghelmingarnir komnir og ef ég legg þá hérna saman, þá myndast þó nokkuð mikið gap hérna, vegna þess að þeir eiga síðan eftir að lyftast saman og límast svona. Það er sem sagt 1 tomma, eða 2,5 cm undir hvorn vangenda, 2 ef maður lyftir bara öðrum. En ég ætla ekki að líma þá saman alveg strax. Það sem að þarf að fara á þá næst
er frambrúnin hérna og síðan þarf ég að líma þessa kubba á endana og pússa þá til. Frambrúnin næst. Hérna er ég komið með efni í frambrúnina sem hann tar hérna framan á og ég þarf að athuga að þetta sé alveg beint og slétt. Það er ágætt að nota hefil, hæfla þetta niður og pússuköpp. Nú ætla ég að setja lím á hérna og festa síðan frambrúnina niður með títuprjónum. Þegar maður setur lím á þetta, þá er ágætt að sjá til þess að það sé nóg lím. Ef það er of mikið, þá gubbast það bara út, en ef það er of lítið, þá festist ekki stykkið sem maður ætlar að líma. Og í þessu tilfelli, af því að þetta er frambrúnin, þá getur það orðið dálítið ljótt ef frambrúnin ætlar að losna frá. Svona. Þarna er þetta komið. Þá get ég lagt listan á og svo er ég hérna með títuprjóna til þess að festa. Ég byrja á því að setja einn á hvorn enda og einn í miðjuna og ég sting þeim örlítið á ská. Síðan ýti ég þéttingsfast niður og set annan á ská á móti. Leið og konur tveir svona sitt hvora áttina, þá halda þeir balsalistanum þó nokkuð vel niðri. Hérna er ég búinn að setja 5 pör af títuprjónum og svo ætla ég að setja á milli þeirra líka. Svona. Þá er þetta komið. Nú þarf þetta bara að fá að þorna og þá get ég pússað frambrúnina. Leið og hún er komin, þá get ég tekið lengdina hingað aftur og skorið afturbrúnina líka. Og þá eru vængirnir orðnir jafn breiðir. Þá er komið að því að taka prjónana hérna úr og þarna fá smá form á frambrúnina. Það er samt ekki að taka endanlega frambrún alveg strax. Ég ætla að hefla þetta bara niður að og að pússa þannig að frambrúnin sé í beinu framhaldi af skinninu hérna og
sjá hvort ég fæ ekki nokkuð beina frambrún. Taka endana hérna af. Svona. Svo hætti ég hérna. Ég reyna að halla heflinum dálítið vel, eins og frambrúnin er, þannig að ég skeri ekki í hana. Nú er ég komin eiginlega alveg niður að og nú er komið að því að nota sandpappírinn. Þá nota ég hérna svona frekar gróinn pappír á pússikubbi og fylgi núna formi vængum. Nú er þetta byrði komið og þá gerum við eins hérna megin. Og nú er ég komið með nokkuð góða frambrúð sem að ég á síðan bara aðeins eftir að rúnna seinna meir. Það næsta sem að gerist er að á þennan enda hér ætla ég að líma þennan kubb. Ég þarf að stilla vængnum upp á stól til þess að gera þetta. Hérna er vængurinn og hérna er kubburinn sem ég ætla að líma hérna á. Ég er búinn að hafa til nokkra títuprjóna til þess að stinga hérna í gegn. Þeir eru nú eingöngu eiginlega til þess að halda þessu bara á réttum stað svo þetta fari ekki að fljóta fram og tilbaka. Og það sem ég ætla síðan að nota til að festa er svona trefjalimband. En við skulum byrja á líminu. Og ég ætla að setja bara nógu djöfull mikið af því. Nú er jafnt lag af lími á þessu öllu saman. Þá stilli ég kubbnum hérna á þannig að hann standi alls staðar út af og nota títuprjónana til þess að stinga hérna í og staðsetja þetta. Títuprjónarnir gera ekkert annað en bara að halda þessu á nokkurn veginn réttum stað.
hér kemur síðan það sem á að halda þessu föstu og þannig að þetta límist almennilega. Það er svona trefjarlímband. Þá legg ég það hérna á og síðan toga ég hérna niður aðeins og lími það niður á engskinnið. Það er ágætt að hafa þetta svona langt vegna þess að það er svo mikið ryk í balsanum að límband festist yfirleitt ekki mjög lengi á því og þá vil það losna, þannig að ef það er löng ræma af límbandi þá er hann bara aðeins lengur að losna. Sett þetta hérna á, toga fast og lími það niður. Svona. Nú er þessi kubbur kominn á og þegar hann er orðinn þurr, þegar límið er orðið þurrt, þá pússa ég þetta bara til aðeins. Leyfa þess að standa hérna þangað til.